Við enduðum síðasta tíma á því að láta resetta yfiráð yfir sett. Þannig að ef það er þrýsta báða rofa, sett og reset, að þá er slökkt á Q-útgangi. Þá hefur reset yfiráð þannig að það er slökkt. Það er öruggara. Og þá endaði það þannig að við erum ekki með neina óæskilega stöðu hérna í púlsalínuritinu. Og næsta sem við gerum, það er að útbúa data flip-flop. Við getum hérna nýtt okkur NAND minnisþáttinn úr síðustu mynd og getum haldið áfram þar. Sem sagt, við ætlum að teikna upp data flip-flopinn og þá þurfum við 5 hlið, NAND hlið og 2 rofa, D sem sagt fyrir data og fyrir klukkupúls inn á. Þá klárum við þessa mynd hérna. Já, svona. Það er bara hægt að afrita hérna og spæta fyrir framann. Já, ok. Svona. Og þá eitt eftir, svona, hér. Þá ættum við að geta tengt þetta allt saman upp. Sko, rofarnir eru undir Place Basic og þeir smellið hérna switch. Þannig að tegundin af rofanum er hér. Single pole, double throw, SPDT. Já, gerð þetta aftur. Ég smelli hérna, hér er tækjastykkunni, já, tækjastykkunni hérna uppi, þá er það Place Basic. Smelli á það, þá fæ ég svona Select Component og þá smelli ég á Switch og mjög neðarlega í listanum hérna undir Component, þá er það SPDT, rofinn, sem að þýðir á ensku Single Pole, Double Throw. Þetta er svona víxlrofi og þá segi ég bara OK á það og þá fæ ég rofan inn. En ég er sem sagt komið með 2 þannig að, og svo til þess að snúa honum eins og ég er með á hérna, þá velji þá þannig að það er svona rammi í kringum hann, hægri smellið á hann og farið í sem sagt flip horizontal. Þá er hann komið með sama komin í sömu stöðu og ég er með þessa 2 hérna. Og þá merkið ég þá sem sagt key hérna D, efri, ef þið erum með data flip-flopin hérna, breyti R í D og svo ætlum ég að hafa hinn sem sagt neðri fyrir klukkupúlsinn, hafa hann space, sem sagt bilslána. Þá er ég fljótur að hérna gefa klukkupúls, ég þarf að íta 2 sinnum á bilslána til þess að gefa púls. Hvar myndu áttur ljós? Og ljósin eru kölluð probe. Já, indicator. Og þá er það place indicator hérna. Akkurat. Ég smelli hérna probe og mér finnst best að nota þetta næst neðsta red, probe hérna red, rauða. Og þá er ágætt að hafa hérna, ég er með hérna bæði. Það eru 4 ljós. Já, það eru 4 ljós. Ljómandi. Hvað er place probe, segir við ljósendingu? Place indicator. Það er í tækjastykjunni, þetta er 10. tækið eða ekki frá vinstri. Já, 10. tækið frá vinstri í tækjastykjunni uppi. Það er Place Basic. Og smella probe og probe red er langt best að nota það. Ok, þá er það bara að klára að tengja þetta upp. Þess að data flip-flopin. Já, ok. Sjá.
Nei, það fæ ég alltaf nýtt og nýtt. Jæja. Það fara hérna inn á data hérna. Já, ég ætla að taka þetta hérna, þessa, jú, býtum við, þetta er reset. Skrítið. Okay. Og nullið og ground, þessi ground og Bíddu. ekki place source. Place source er, já, það er hérna, býtum við. Jú, þetta er reset, en af hverju, þetta er skrítið. Það er einhvern veginn að koma þessu í lag. Svona. Þetta er ekki rétt. Ég ætla bara að taka þetta út. Og laga þetta hérna. Sem sagt í place source þá fæ ég FTD 5 volt og síðan digital ground. FTD og digital ground, það er hérna DGND. Þetta er það. Það er komið hér og hérna þarf að laga aðeins hérna með ljósin sem ég var með. Hérna hef ég klukkupúlsinn, space hérna inn á og svo þarf ég bara data hér. Ég ætla að fá hérna annað ljós. Já, veitu, hvernig fæ ég þetta hér? Ok. Já, þetta er svolítið svona það er auðvitað ég veit að en þetta kemur Hvernig breyti ég samt? Nú voru báðir róðanir hjá mér á space. já, þá tvísmellur þannig að sem sagt kemur hérna rammi eða tvísmellur sem sagt á einn legginn á honum og efri ætla ég að hafa sem DE fyrir data. Það verður því ekki. Það var space og velja þá data inn í value. Já. Og nú tengjum við sem sagt ljósið í þetta. Sem sagt já, þetta ætla ég að hafa sem data. Þá hérna bara fara í display, já, ég ætla að skrifa hérna reference bara data í staðinn. Ok. Já, ég ætti kannski að taka hérna í burtu spennumerkinguna. Fer hérna í properties. Sjá. Value kannski. Já, það var það. Þá ætla ég að setja annað hérna á það er í flip hérna vertical og setja á þetta reset og það kemur þá hér reset, nei þetta er ekki reset, þetta er klukkupúls núna, þetta er klukkupúls. Já, ég ætla að laga það. Það heitir klukkupúls. Svona er þetta. Ok, þetta er klukkupúls kallað, sem sagt hann opnar fyrir merkið
sem er á D innganginum og hleypir því áfram. Já, það stekka þetta aðeins og ég sjá þetta allt saman. Við hvernig sé ég alla rásina, svona. Já, ég þarf líklega að hafa líka hérna við hliðina púlsalínuritið sem við ætlum að fylla út. Og svona, þá hérna kemur þetta svona. Við sjáum hérna að við erum með við byrjum í lággildi á púlsalínuritinu með D-ið, með data, gagna innganginn. Og þetta má hugsa sér sem eina línu í flattkapli og við séum með einhverja rás sem að flattkaplinn tengist inn á og við ætlum að senda hérna út gögn eða á milli eða út frá einhverju minnishólfi eða einhverju slíku inn á gagnabraut, getum við hugsað okkur. Og við þurfum að hleypa, við þurfum að opna fyrir gögnin út á flattkapalinn með því að gefa háttgildi á klukkupúlsinn. Einhvern veginn hugsað okkur þannig, við höfum einhvern tilgang með því að vera að nota þennan data flip-flop. Við þurfum stundum að læsa útganginum og til dæmis í lággildi. Það sem ekki sýnt hérna á þessu að það eru margar svona rásir sem að hafa líka eina stöðu viðbót, ekki bara lágt og háttgildi, heldur líka hátt viðnám. Svona að þau eins og geta frátengst gagnabrautinni. En við erum ekki að fara það djúpt út í það. Við erum bara svona að skoða hvernig D-flip-floppinn gæti unnið í sinni einföldustu mynd. Þannig að ef þið farið lengra í því þá getið rifjað þetta upp með þennan D-flip-flop í þessu verkefni. En við byrjum á því að D er í lággildi og klukkupúlsinn hann kemur inn og aftur út og ég hérna að setja á run hérna, eða setja herminn í gang og data átt að vera lágt hérna hjá mér, svona, og ég gef háttgildi og svo aftur lággildi. Og þá er bara útgangurinn, hann á að byrja hérna í lágu og ég glemdi að setja þetta inn í Paint, þannig að ég ætla að gera það snöggvast. Það byrjar hérna í lággildi og ég ætla að hafa línuna rauða. Lággildi, býtum við, kemur þetta ekki hérna. Já, ég hérna valdi ekki. Svona, já. Sko það gerist ekkert í rauninni fyrr en að þegar að D-inngangurinn er hár hérna, sjáum við, er komin í hátt og að klukkupúlsinn kemur inn. Skoðum það hérna í Multisim. Þetta er í gangi hjá mér og D-inngangurinn, hann verður hár en klukkupúlsinn er í lággildi, þannig að það gerist ekkert hérna á útgangi. Ekki fyrr en að klukkupúlsinn kemur inn hérna, sjáu þið. Þá breytist staðan á útgangi. Q-ið verður hátt hérna og þá náttúrulega verður Q0 andkvart, fer niður í lággildi. Það byrjaði í hágildi og fer í lággildi. Svona. Og síðan sjáu þið. Klukkupúlsinn, hann læsir stöðunni á D með því að
slökkva sem sagt hér. Klukkupúlsinn hann fer út hérna. Svona. Og þá verður útgangurinn áfram hár. Þannig að það er alveg sama hvað gerist hérna á D-inu, að þá verður engin breyting á útganginn. Þannig að klukkupúlsinn, hann er farin í láttgildi og er búinn að læsa útganginum og hann hleypir ekkert neinu út fyrir en hann kemur upp hérna með háttgildi. Þá ætlum ég að teikna hérna áfram sem sagt að Q er í hárri stöðu alveg þangað til að klukkupúlsinn fer í háttgildi hér og hleypir 0 út á útgang. Þá fer Q í láttgildi hérna þegar hann opnar fyrir 0 gildi á D. Mikið svaðalega róðar þetta hafa ekki línað hana. Já, það er engin lína þarna kemur bara alveg merkið fer niður og jafnframt sko, það er engin óskiljastaða í D-flip-flopinu, þannig að hér kemur bara gildið upp og við reynum að láta þetta fara alveg á réttum tíma hérna. Ég held að þetta sé svona og meðan að útgangurinn var hár að þá fer data sem sagt á meðan að klukkupúlsinn segir er hár og hleypir öllu sem að gerist á data út, þá breytist data frá 0 og í háttgildi, þannig að hér verður aftur breyting. Skoðum þetta nú hvernig þetta gerist. Sko, sem sagt að hann var í hágildi út, síðan opnar klukkupúlsinn fyrir lággildi sem það er slökkt á data hérna, opna núna 1, 2 og núna fyrir lággildið beint út á Q-ið. Þannig að hér fór hann í 0 Q-ið og Q0 var háttgildi á móti. Síðan breytist data á meðan að klukkupúlsinn er í hágildi, það er sjáið, klukkupúlsinn er kveiktur. Þá breytist ég og verður hár. Data verður hátt. Og þá hleypir hann bara beint stöðunni út á útganginn. Þá er ég komin hérna upp og svo er þeirri stöðu henni læst hérna. Klukkupúlsinn fer í láttgildi og læsir þessari stöðu út á útgang og alveg þangað til hér. Já, ég ætti að taka línuna aftur. Svona. Alveg hér, þangað til að hann opnar fyrir meðan að D er í hágildi, að þá kemur klukkupúlsinn og hleypir þessari breytingu hérna. D verður 0, hleypir þeirri breytingu út á útgang. Svona. Og þannig verður staðan alveg til enda á pússalínuritinu. Þannig að Q-ið verður bara andhverfan. Og nú spilum við þetta í Multisim. Sjáum hvernig þetta gerist. Þannig að þetta endar bara svona. Svona. Og þannig að við vorum með Q-ið komið háttgildi hérna vegna þess að hann opnaði fyrir það hér. Svo lokar hann því klukkupúlsinn svona hérna svona lokar því og það verður breyting á data meðan klukkupúlsinn er í lággildi. Meðan að klukkupúlsinn er búinn að læsa útganginum þá breytist staðan á D og D sloknar hérna, 1 og núna. En það verður engin breyting á klukkupúlsinn, á útganginum Q, ætla ég að segja, vegna þess að klukkupúlsinn er búinn að læsa útganginum í þessari stöðu, í hárri stöðu. Og nú opnar, nú breytist staðan á D-inu hér. D fyrir háttgildi
og þá eftir smástund kemur klukkupúlsinn líka upp, en það verður engin breyting vegna þess að D er nú þegar í hágildi og þá er Q bara áfram hágildi. Ég þarf alltaf að smetla á hitt forritið þess að þetta virki. Og það verður bara áfram í hágildi. Síðan meðan að klukkupúlsinn er hérna í hágildi þá verður breyting á D. Það slokknar á datainganginum og þá verður strax breyting út. Og sjáu það, slokknar á Q-inu og Q0 verður hágildi. Svona endur við púlsalínunni fyrir data flip-flopin. Tökum við þetta hérna. Sem sagt copy og skiptum þess út hérna og setjum þetta hérna inn. Við svörum einhverju spurningum hérna. Það er spurt hérna hvernig fer KP af því að læsa útgangunum í ákveðinni stöðu. Já, með því að loka hliðunum hérna sem er merkt U3 og U4 með lágu gildi. Við hefum sagt það sko. Að loka hliðunum merkt 3 og 4 með lágu gildi á inngangana. Þess að hann fer meira í lágt gildi, þá lokast staðan á útgangunum. Hún verður bara fryst eða læst. Já. Sko, klukkupúls kemur inn á bæði hliðin, annan innganginn á báðum hliðunum. Ef það er lágt gildi á þeim báðum, þá getur ekkert gerst hérna á útgangunum. Þá er hann bara fastur í hágildi, fastir báður útgangundir hérna á U3 og U4 í hágildi. U3 í hágildi á útgangi, U4 í hágildi á útgangi og það er bara hvíldarstaða fyrir minnisþáttinn, fyrir NAND minnisþátt. Og svo er spurt í hvaða stöðu þarf klukkupúls að vera til að útgangurinn geti breyst. Hann þarf að vera með háa stöðu. Já, hann þarf að hafa eða eitthvað slíkt, hann þarf að hafa háa stöðu. Það er oft merkt sem sagt gæsalöppum einn gæsalöppum svona. Það getur líka túlkað sem til dæmis pluss 5 volt ef við erum að tengja þetta upp. Svona. Ok, þá erum við búin að svara því og þá næst förum við í JK flip-flopin.
Þá förum við næst í JK flip-flop og við finnum JK flip-flop sem merktur 74F112N. Þið sjáuð númerið hérna og hér Search Component 74F112N og velja þá að hlutan. Og svo set ég sem sagt hérna hvað við látum rofana heita, hérna S-rofin fer inn á preset, J-rofin á J-ingang, space inn á klukkupúls-ingang hérna og K-rofin fer inn á K-ingang og svo R-rofin inn á clear hérna að neðanverðu. Og við sem sagt setjum upp þessa rás í multisim og já, þá hérna við þurfum ekkert að taka þessa mynd inn en það til að ég búinn að merkja hérna sérstaklega inn á hana þannig að það ágætt fyrir mig að taka hana inn í verkefnið. Já, hér ýmislegt. Set aðra mynd hérna fyrir neðan. Já, hún með svona, ok. Já. Nú sést hún öll. Og þá ætla ég að ná í þess að ég ætla bara að taka þessi hlið út og svo get ég fjölgað rofunum. Sjáðu þið bara breytið þessari mynd hérna. Ég ætla kannski að vista þessa hérna. Ég er búinn að slökkva á herminum. Og þá get ég sagt að þetta er D-flip-flop hérna. 4. Já, þetta er svo sagt verkefni 2B. Já, henni kallað D-flip-flop. D-flip-flop og þetta er verkefni 2B. Ok, en sem sagt þessi hérna, hann heitir sem sagt JK flip-flop. Og nú ætla ég að ég veit ekki hvort ég hef kannski átt hérna JK flip-flop. Líklega ekki. Þá ætla ég að setja þetta allt saman upp. Hérna. Tek bara út. Hvað finnum við þennan rofa þarna? Eða þetta liður stikið hérna? JK flip-flopin. Já. Við finnum JK flip-flopin reyndar hérna undir TTL-rás. Og við sjáum líka hérna að hér er annar spennugjafi, VAF-CC. Og við Það er bara að skrifa hérna í component. Já, við getum gert það. Við smelli hérna á place TTL. Þá fæ ég eitthvað 74 eitthvað. Og það er þess vegna hægt að leita hann hérna. En 74F112N, þá smellum við á search, skrifum hérna 74F, notaðu A, F112N og þá smellum ég á search hérna og ég segi hérna ok, af því að það eru 2 inn í sömu ísjárásinni. Hvað er það? 74 F, stórt F og svo 112N og við veljum bara A hérna sem er ok og smellum á A, þá kemur það hérna og nú þurfum við bara að fjölga, svo smellum við á cancel hérna og loka þessu hérna. Breytum hérna VAF-DD sem sagt í VAF-CC og þá ferum við hérna í replace component
og breytum úr VAF.DD í VAF.CC vegna þess að það stendur hér TTL supply sem ok. Já, allt í góðu og við erum með digital ground hérna. Ég ætla að taka bara út, já, Það eru 6 róar sem þau eru. ég ætla að það sé ekki 5 rofar sem við þurfum að hafa. SD og verður bara S. S, já. Já, ég ætla að færa þetta. Nei. Ég kalla preset hérna fyrir ofan og líkjum plusinn hér og svo mínusinn hér. Hérna kemur þá glukkapúlsinn. Og það er þá K-ið hérna. Þessi átt að vera S. Og þessi J. Og K og síðan er næsti hann R, já. Já. Hérna er mínusinn og hér er plusinn. Hér er Q og Q0 eins og áður. Já, það er kannski best að færa þetta á réttan stað. Svona. Q og Q0.
og þá þurfum við að fylla út í töflu sem er í verkefninu hjá okkur. Við erum búin að merkja sem sagt S er hérna ofan á preset, jóð inn á jóðinganginn og space sem sagt það er bildsláin fyrir inn á klukkupúlsinganginn og svo kemur hérna K inn á K-ingang. Það er kannski ágætt að hafa hérna ljós fyrir það, fyrir K og síðan fyrir hérna clear. Svona. Já, við getum haft K-ið hérna og clear getum við sett hér. Já, annars er þetta nokkuð skýrt hvað við erum með allt hérna svona. Akkur heitir S ljósið hjá S jóð? Nei, jóð á bara að vera við jóðinganginn. Ertu að meina þetta hérna? Þetta er sko S-ið heitir J3, ég þyrfti Nei, að... já, Það er bara... þetta er bara eins og öðru síðan mér. Já, Svo. það er kannski ekkert sniðugt að vera með þessa merkingar á þessu. Það er svona truflandi sko. Við prófum hérna að taka út, já, show label. Show label, já, ég held að sé það. Show label, nei, það er ekki. Já. Nú ætlum við að fylla út í virknitöfluna og við sjáum hérna að hér er talað að gefa klukkupúls. Þið sjáið á töflunni eitthvað staða fyrir klukkupúls og staða eftir klukkupúls. Og það er það sem við höfum að gera. Við höfum að hafa stöðuna á jóð og K þessa hér og við erum að fylgjast með því að það sé rétt staða líka á Q og Q0 áður við gefum svo kallaðan klukkupúls. Og það að gefa klukkupúls, það þýðir að við gefum hátt gildi inn á klukkupúlsinn og aftur lágt gildi. Og það gerum við með því að þannig að nú verður engin breyting á útganginum, svo ég merki hérna bara 0 eftir klukkupúls og sjá hvað er hér. Þá verður bara áfram 0 á Q-ið og háttgildi á Q0. Og þannig að staðan fyrir klukkupúls er áfram 0 og 1 og jóð er 0 en K er háttgildi. Nú setjum ég K í háttgildi og ég gef klukkupúls í tvisvar sinnum á space. Það verður engin breyting. Þannig að hér verður aftur bara 0 og 1. Svo að hérna, það sem að gerist næst er það að K-ið á að vera 0, jóð á að vera háttgildi og staðan er bara eins á útgangunum. Þá er K-ið, ég þarf að slökkva á K-inu og jóðið á að vera með háttgildi og nú á ég að gefa klukkupúls og þann skiptir sér. Þegar að klukkupúlsinn fellur þá breytist
Q-ið í háttgildi og Q0 verður 0. Já, og staðan þarf að lagast aftur. Ég þarf að breyta Q-i í 0. Ég geri það bara með því að setja R-ið snöggvast í 0. Sjá, hérna. Og ég verð að setja það aftur upp í háttgildi því annars virkar ekki minnstátturinn rétt. Og nú hérna er staðan svona, Q-ið er slögt, Q0 er kveikt og nú á að hafa bæði J og K í hágildi. Þá ég eftir að kveikja á K-inu. K er inni, J er inni og þetta er staðan rétt fyrir klukkupúls. Og nú gef ég klukkupúls og þá breytist staðan útgangi. Það passar. Þá breytist úr 0 yfir í háttgildi á Q og lágt á Q0. Svona. Og þetta er staðan fyrir klukkupúls, háttgildi á Q, Q0 er slögt og ég slekka bæði á J og K inngangunum. Svona, og nú á ég að gefa klukkupúls. Hann gefur hátt og lágt og ekkert gerist. Og þá er ég með í rauninni svo læst á útgangana. Ok, þeir verða áfram háttgildi hérna og láttgildi hér. Það er að hafa þetta í línu, svona. Já, og staðan er þannig líka fyrir næsta skipti. Þar er háttgildi á Q og slögt á Q0 og svo er ég með, svo verður hérna hátt á K-inu, K-ið fer í háttgildi og J-ið á að vera slögt. Og nú gef ég klukkupúls. Og þá verður breyting. K-ið, það er háttgildi og það hefur áhrif á það að við slökkvum á Q-inu sem sagt. Og þá verður það svona og Q0 verður hátt í staðinn. En nú þarf ég að breyta stöðunni fyrir klukkupúls aftur tilbaka. Ég nota reset í það, sem sagt clear í það og íti á R hérna, set það í láttgildi til þess að breyta stöðunni, já. Og þannig, nei, nú þarf ég að nota S-ið til þess að breyta stöðunni aftur yfir í það að Q-ið sé með háttgildi. Notaði ég preset í það. Svona ger ég það, komið Q-ið með háttgildi og preset aftur með hátt og þannig að clear og preset verður alltaf að vera með háttgildi til þess að hann geti unnið rétt. Hérna er staðan svona og set ég J með háttgildi og K-ið á að vera slögt. Svona er staðan fyrir klukkupúls og gef ég klukkupúls og það verður engin breyting. Af því að J-ið með hátt, þá er eins og það kveiki á Q-inu, svo að hér er 1 og svo höfum við 0 hérna. Og svo er staðan rétt fyrir klukkupúls, svona. En nú á bæði J og K að vera með háttgildi, þannig að kveiki á K-inu hérna. Og svo gef ég klukkupúls og þá leið og klukkupúlsinn fellur úr hágildi í láttgildi, þá breytir staðan útgangi og við fáum hérna 0 á Q-inu og háttgildi á Q0. Síðan er staðan þessi 0 og 1 á útgangunum fyrir klukkupúls og ég hef J með háttgildi og K með láttgildi. Þá slekki ég á K-inu hérna og
Þá gef ég klukkupúls og þá kveikir, þá hefur jóð þá áhrif að það verður Q-ið verður háttgildi og Q0 0. Þannig að þið sjá að jóði ræður því einlega að Q-ið verði hátt. Og þetta er staðan fyrir næstu prófun. Það er háttgildi á Q og láttgildi á Q0 og bæði jóð og K eiga verið í lággildi. Slekki hérna á jóðinu. Nú gef ég klukkupúls og staðan er óbreytt. Bæði, sem sagt, býtum við, staðan er óbreytt þannig að Q-ið verður áfram háttgildi og Q0 er 0. Og þá setjum við K-ið í háttgildi, staðan er óbreytt á útgangunum, K-ið kom í háttgildi og ég gef klukkupúls og þá skiptir hann sér. Þannig að eins og K-ið það slökkvi á Q-inu. Þá kemur hérna 0 á Q-ið og Q0 verður hár. Og þetta er staðan fyrir klukkupúls fyrir næsta skipti og ég slekk á bæði J og K eða K-ið á að fara út hérna aftur. Og það er eins og ég læsi þessari stöðu hérna. Þetta er rétt staða fyrir klukkupúls og nú gef ég klukkupúls og ekkert breytist. Þegar það er 0 á bæði J og K, það er allt læst, útgangunir eru læstir. Það verður áfram Q-ið með 0 og Q0 1. Og síðan ætla ég að breyta stöðun á útgangunum þannig að þessi kveikt á Q-inu, þá nota ég preset aftur hérna með S-inu og Q-ið verður með háttgildi og nú set ég jóðið í háttgildi, nei, segi K-ið í háttgildi hérna. K-ið í háttgildi hérna og svo gef ég klukkupúls og þá slokknar á Q-inu. Þannig að eftir að klukkupúlsin er gefin þá verður sem sagt staðan þessi 0 og 1. Og þetta er rétt staða fyrir klukkupúls í næsta skipti og ég gef háttgildi á jóðið því að það er bæði jóð og K að vera í hágildi, slökkt á Q-inu, Q0 er kveikt og ég gef klukkupúls og hann breytir sér, kveikir á Q-inu, Q0 verður 0 og áfram verður háttgildi bæði á J og K og þetta er staðan fyrir klukkupúls. Nú gef ég aftur klukkupúls og þá skiptir hann sér. Það verður breyting og þetta er breytingin fyrir klukkupúls. Það er aftur J og K með háttgildi og nú gef ég aftur klukkupúls og þá skiptir hann sér. Sem sagt, ef að bæði J og K eru með háttgildi, þá bara skiptir hann sér í hvert skipti sem að klukkupúlsinn fellur. Þá verður breyting alltaf á útgangunum. Þannig að þá getum við farið að svara þessum spurningum. Hvaða stöðu þarf á J og K til að Q sé í 0 eftir klukkupúls? Sem sagt, 0 á Q-inu. Og þá séum við það að ef að K-ið er hérna í hágildi til þess að sé 0 á Q-inu, það er aftur hérna K-ið er í hágildi til þess að sé Q hér, K-ið er í hágildi til þess að sé Q, K-ið í hágildi til þess að sé Q-ið sé í 0, þannig að þá þarf jóðið í rauninni að vera í 0 og K-ið í hástöðu. Jóðið saman sem 0, setja það í gæsalöpum, nei, já,
í lággildi, svona, í lággildi, og K sem sagt í hágildi, 1, K í hágildi. Ok, svona, og síðan hvaða stöðu þarf á J og K til að Q sé hár eftir glukkupúls. Til að Q sé hár þá þarf í rauninni J að vera hátt og slökkt á K-inu. Þá tryggjum við það að Q sé hátt eftir klukkupúls. Það bara alveg öfugt hérna. Ég ætla bara að kopíra þetta og breyta þessu. Að J sé há. Já, það þarf ég ætla að breyta þessu hérna yfir sem sagt að J þá í hágildi og K í lággildi. Það alveg öfugt. Síðan hérna í lokin, ég ætla aðeins að fá hérna meira pláss og þetta sé allt á sömu síðunni hérna. Hvað gerist á útgangum eftir klukkupúls ef bæði J og K eru í 0? Þá bara ekkert. Útgangarnir eru frosnir eða læstir, útgangar eru læstir. Í bara síðustu stöðu, getum við sagt. Já. Svona. En hvað gerist á útgangum eftir klukkupúls ef J og K eru bæði í hágildi? Þá verður breyting á útgangum í hvert skipti sem klukkupúls fellur. Er eitthvað meira í þessu verkefni? Nei, þetta var síðasta svarið. Já. Hér sem sagt heimaverkefni 2 sem þið eru að spá í, hvernig ég að leysa. Og við eigum bara að teikna inn í hérna samkvæmt stýrirásinni stigaritt og við sjáum það að það er hægt að gera það með því að setja þennan stopprófa þá bara neðst í stigarittið sem inn á reset til dæmis eða bara, jú, það er að setja það inn á reset hreinlega og þannig er það að taka út sko sjálfhelduna. Því það eru bara 3 þættir eins og hérna S2, S4 og K2 og svo kemur útgangur og hér bara 2 og svo kemur útgangur og tímaliði hérna og hérna eru 3 þættir og svo kemur útgangur.
Þannig við færum þennan stopprófa hérna bara alveg síðast í stigaritið. Það er ekkert mál. Þá byrjum bara á þessari línu hérna, væri bara startlínan til vinstri og þá hérna útbúið fyrst bara S2 inn á til dæmis, þess vegna inn á ingang 2. Það er bara að þið getur farið eftir þessari tengiskrá hérna alveg. Og enda þá bara á efstu línunni. Já, enda þá á sem sagt S1 bara neðst í stigaritið með inn á eða út á reset, sem sagt reset þarna til hægri. Á K1, K2 og K4 því að K3 er tímaliði hérna. Hann er sem sagt seinna inn tímaliði þessi K3 og hann á að koma fram í stigaritinu. Hann er ekkert hérna í tengiskráni vegna þess að þetta er tímaliði. Hann tengist ekki út af henni af því að tengiskráin er bara yfir það sem að tengist inn og út á eintölvuna eða stýriliðan. Svo reyniði við þetta. Ég byrjaði aðeins á þessu, svo hérna setjið þið þetta inn í líka og skiljið þessu í stigariti en sem sagt bara rétt sýni hvernig þið byrjaði á þessu. Þá byrjaði bara á S2 hlið tengi svo fyrir neðan hérna K1 eða sem væri þá Q1. Já, opna hérna forritið, fyrir þetta í nýtt og já, eftir þetta hérna megin, já, þá er ég með verkefni hérna og setjum bara I2 hérna og I2 og S2 þá bara. já, svo kemur hérna já, svo kemur næst S4 en vegna þess að hann er tengdur inn á vélina, þessi hérna nándarnemi eða markprófi, hann er normal closed, þá eigum við ekki að snúa við virkninni, við megum ekki setja neitun á hann hérna. En af því að K2 hann er hérna, við verðum að hafa hann með neitun 2 hérna og svo endum við á útgangi Q, þetta er bara venjulega útgangur hérna Q1 hérna og það má vera sjálfhenda hérna úr Q1 svona. Það er búin að sýna ykkur fyrstu línuna, þá ættum við að geta ráðið við það sem er hérna fyrir neðan og K3 er það bara svona TT rofi, nei sem sagt útgangur fyrir tímaliða, meina ég. Já, þið sjáu þetta, K3 er sem sagt þegar þið komið að honum. Það er ekki Q-útgangur eins og sést hérna, það er engin hérna, Q-útgangur fyrir K3 á, það er bara K4 hérna er Q3 sko. En engin K3 sem sagt ytri útgangur fyrir hann, heldur það á að vera þá TT sem sagt trigger fyrir timer 1, já þetta er bara 1 timer, 1 tímaliði hérna inni með 5 sekúndur, það stendur hérna 5 inn í honum. Og svo síðast sem sagt, þá setjið þennan S1 og það er bara allra síðast, það er bara að sýna hvernig þið farið þá að því, þá kemur hann hér bara, það er þá í 1 hérna og hann þarf að vera með neitun af því að það er normal closed rofi sem að tengir þá annars alltaf inn á resetið, en það má ekki vera stansöld reset á öllu, það gengur ekki. Þá myndum við bara setja hérna reset á Q1 og alla hérna, reset á Q2 og síðan er reset á Q3 af því að það er K4 sko. Svo hér reset á Q3 svona og svo tengjum við það saman hérna upp í. Þannig göngum við frá að stopprófin sem er hérna efst
í segulagastýringunni og hún kemur hérna neðst í stigaritið. Þetta er allra neðst og nú skulum þið glíma við bara að klára þetta. Það er bara þá haldið áfram með S3, I3 og svo framvegis. Þá eftir að koma hérna inn á milli. Ok.